Íslendingar allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víða stefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meirihluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem af degi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu misákveðnir á kjörstað en í hátíðarskapi. Ég ekki flokksbundin, ég eiginlega kýs bara eftir svona, hverju sinni hvað mig langar að gera, Það er svona eiginlega persónur frekar en flokkar. Kosningavaka RÚV hefst klukkan korter fyrir 10 í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttu. Líbanir eru tortryggnir á að nokkuð breytist þrátt fyrir að vopnahlé við Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið. Gott kvöld. Kjörsókn hefur verið með meira móti allt land en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Kjósendur sem fréttastofa hitti í dag voru flestir löngu búnir að ákveða sig. Það voru einhverjir sem tóku ákvörðun í kjörklefanum. Kjörfundur hafinn í Breiðagerðisskóla. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun á höfuðborgarsvæðinu og verða opnir fram til 10 í kvöld. Oddvitar flokkana í borginni tóku daginn snemma til að kjósa. Það tókst. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups sem birtur var í gær útlit fyrir breytta mynd af landslagi borgarstjórnar í Reykjavík og ljóst að hvert atkvæði getur haft mikið að segja til í hvaða átt myndun meirihluta verður háttað. Þá er það búið. Kjörsókn á höfuðborgarsvæðinu hefur heilt yfir verið með betra móti en fyrir 4 árum og var mikið að vera á kjörstöðum þegar fréttastofu bar að garði. Var þetta erfitt val inn í kjörklefanum? Nei, ekki þegar ég var komin inn í kjörklefan. Varstu löngu búin að ákveða þig? Nei, í morgun, þá ákveðum mig, endalega. Hvað svona sem var til þess að þú ákveðst að kjósa það sem þú komst svo til með að kjósa? Ég held að það veri bara umræðarnar í gærkvöldi sem að gera útslagi fyrir mig hvað ég ætlaði að kjósa. En ég bara ákveðin á einu striki. Þannig sumaflokka vil ég alls ekki, en svo þurfti ég náttúrulega að gera upp hugmynda milli annarra og það eitt sem verður eftir. Þannig að þú ert harða ákveðin hvað þú ætlar að kjósa hér í dag? Já, núna, já, en það ekki víst í kjósið þennan flokka, eftir næstir verður kosið, það bara kemur í ljós. Og þú ert að kjósa hér í fyrsta skipti? Já. Var þetta erfitt val? Nei, mjög einfalt. Maður bara svona einhvern veginn að við á meta, komur á kjósa og ég held að ég sjá það bara þegar ég mæti að þinn. Er það svona venjulega vaninn hjá þér að ákveða þetta bara kjörita? Ég ekki flokksbundin, ég eiginlega kýs bara eftir svona, hverju sinni hvað mig langar að gera, Það er svona eiginlega persónur frekar en flokkar, Var þetta erfið ákvörðun? Nei, þetta var alls ekki erfið. Nei, alls ekki. Löngu búin að ákveða? Löngu búin. Hvað svona helst sem þarf að gera hérna í Kópavoginum? Það mér finnst þið bara á góðri leið. Mér finnst þið bara að vera að gera vel hérna í Kópavoginum, þannig að við höldum því bara áfram. Ertu búin að fylgjast svolítið með undirbúningnum og kosningabaráttunni? Já. Hvernig líst þér á? Bara mjög vel. Allir flokkamálefnalegir og mér líst bara vel á þetta. Var ekkert erfitt að ákveða sig? Nei, þetta alveg hvað fólkið. Tekur það fyrir. Þannig að bara krossar þarfið. Þú ert ekkert að spá í flokkana? Nei, enga veginn. Bara mér líst vel á fólk og þá kýs ég það. Var þetta auðvelt val? Nei. Hvenær ákvastu þið hvað þú myndir kjósa? Eiginlega bara inn í klefanum. Fólk frekar en flokka. Og hefur fólkinu gengið vel að ná til þín? Já, mjög. Reyndar öðruvísi í ár, það var meira svona samfélagsmiðla miðað fannst mér. Og þeir sem vilja frekar fólk en flokka komast í feitt í Grýtubakkahreppi. Þar barst engin framboðslisti og því eru svokallaðar óbundnar kosningar, eins og reyndar löng hefð fyrir. Hér þurfum við að skrifa niður nöfn þeirra sem þið vilja kjósa og fyrir vikið í rauninni allir í frambúði fyrir utan þeir sem hafa getað sagt sér frá því sem hafa þó setið á þau. Það voru 3 sem sögðu sér frá því, þannig að það eru þá 278 manns í frambúði. Já, í rauninni. Á Svalbarðseyri nýtti ungur sölumaður tækifærið. Ég að selja kleinur til styrktar ferðasjóðsins
að fara 9. og 10. bekkur til Danmerkur 24. Við erum búin að selja alveg meirinn helminginn sko, nú þegar. Og það sniðugt að vera hérna sem allt fólkið í Svalbarðs að koma í dag? Já, það sniðugt. Og í næst fámennasta sveitarfélagi landsins, Árneshreppi, eru 2 listar í framboði í fyrsta sinn. 57 manns eru á kjörskrá og þar af 20 á listunum 2, eða næstum 3/3 íbúa. Þetta ekki margt fólk en hafa allir sína skoðanir. Og hefðin hingað til hefur verið að fólk svona lendir í sveitarstjórn, en við vorum bara tilbúin til að taka þessa vakt í húsfélaginu og gefa allt í að hér geti vaxið og dafnað gott samfélag. Fréttastofa RÚV verður með augun á kjörstöðum allt land og við erum með fréttamenn í öllum landshlutum. Á Ísafirði Greta Sigríður Einarsdóttir. Hvernig hefur kjördagurinn gengið fyrir vestan? Þetta hefur gengið vel hérna á Ísafirði. Og kjörstjórnin ánægð með nýja kjörstaðinn. Það var kosið í grunnskólanum í ár. Það alla taugar þandar hins vegar hérna á Ísafirði því að ílistinn sem hefur verið meirihluta ekki framboði. Það hins vegar 5 önnur framboð sem að vilja komast í sveitarstjórn og það verður spennandi að fylgjast með þessu. Kjörstjórn búin að segja okkur að þau ætla að reyna að hafa tölurnar í fyrra fallinu og þau á Akureyri ætla líka að reyna að vera snemma með tölurnar. Ekki svo, Ólafur Rún Erlendsdóttir? Jú, Greta, það passar. Hér allt kapp lagt á að lesa fyrstu tölur klukkan 11 og mér sagt að það hafi allt bara gengið eiginlega eins og í sögu fram að þessu, þannig það ekki ósennilegt að af því verði. Kjörseðlarnir úr Grímsey og Hrísey, þeir eru væntanlegir hingað til Akureyrar bara á næsta klukkutímanum, mér sagt. Kjörsókn hefur verið fín og bara á pari við síðustu sveitarstjórnarkosningar, mér sagt, eða kringum 45%. Hér eru 8 listar í framboði og dálítið mikil spenna í loftinu ef marka má síðustu kannanir að þá gæti meirihlutinn hér verið fallinn. Þannig það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kössunum hér. En eins og kom fram að þá erum við allt land. Ágúst Ólafsson, hver staðan hjá ykkur í Múlaþingi? Já, kannanir hér sýna reyndar hlutin heldur en jafnframt að það gæti orðið talsvert mikla breytingar. Nú það nokkuð mikill áhuga á þessum kosningum og kjörsóknin betri en fyrir 4 árum og við erum búin að loka tölum hjá Múlaþingi og Fjarðabyggð svona og upp úr miðnætti. Svona fyrir eftir hvernig gengur að telja. En hvernig hefur kjördagurinn gengið fyrir sig á höfuðborgarsvæðinu, Anna Lilja? Kjörsókn verið meiri heldur en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Nú Kópavogur ætlar að ríða á vaðið og vera með fyrstu tölur af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og það búist við þeim rétt eftir að kjörstöðum lokar, svona rétt upp úr klukkan 10. Nú svo koma sveitarfélögunum höfuðborgarsvæðinu eitt af öðru og í Reykjavík búist við að tölur verið birtar klukkan 12:30. En frá þessu öllu og ýmsu öðru verður greint á kosningavöku sjónvarpsins sem hefst klukkan korter í 10. Takk fyrir þetta Anna Lilja og þið öll og miklu fleiri fréttamenn sem að standa vaktina hérna í sjónvarpinu langt fram eftir kvöldi og talandi kosningavökuna og við skulum kynna okkur nánar með hvaða sniði hún verður. Það mikið að vera í húsakynnum Ríkisútvarpsins því hér undirbúningur kosningavökunar í fullum gangi. Við skulum skyggnast aðeins bak við tjöldin. Alltaf verða klárt fyrir kvöldið? Já, eins og það verður held ég. Við erum bara búin að vera undirbúið þetta í rúmlega mánuð og ég held við verðum ekki mikið tilbúinari en þetta. Þetta eiginlega flóknasta útfærsla á kosningavöku, sveitarstjórnarkosningar, af því að það eru svo mörg sveitarfélög og við viljum auðvitað sinna öllum sem best og við erum núna með 11 teymi á feltinu út all land til þess að segja okkur fréttir af nýjustu tíðindum og taka viðtölu við oddvita út all land og svona skemmtilegt fólk. Jóhanna, þú verður í framlínunni hérna í stúdíónu. Hvernig fer þetta fram ykkar megin? Við stöndum hérna, ég og Baldvin Þór Bergsson og við tökum á móti gestum hér, við tökum við tölunum, við erum í sambandi við okkar fólk allt land sem á kosningavökum og talningastöðum og svo fáum við góða gesti hingað í sjónvarpssal, formenn stjórnmálaflokkana, þeir koma nokkur hingað til okkur. En svo snýst þetta auðvitað á endanum allt tölurnar. Við fáum formenn yfirkjörstjórna í stærstu sveitarfélögum til þess að lesa upp fyrir okkur tölurnar í beinni útsendingu og þá tökum við þær hér og greinum þær hérna á skjánum og bara sýnum ykkur hérna
niðurstöðurnar úr Gallup-könnuninni sem við birtum í gær. Það birtast tölurnar svona og síðan förum við yfir það hverjir eru þá komnir inn í sveitarstjórnina, í hverju sveitarfélagi miðað við þær tölur sem að þá liggja fyrir. Og síðan náttúrulega ætlum við líka að reyna að föndra við að búa til meirihluta eða allavega skoða möguleikana sem að flokkarnir hafa til þess að mynda meirihluta í þessum sveitarfélögum. Kosningunum verður líka vel sinnt á samfélagsmiðlum. Rosa mikið ungu fólki fær sína fréttir fyrst á samfélagsmiðlum. Þannig að ég vil passa að enginn missi af neinu mikilvægu. En inn á milli þá erum við með svona áhugaverða staðreyndir. Við ætlum að sýna frá ungum kjósanda sem að kjósa í fyrsta sinn. Og svo svona áhugaverða staðreyndir sem fólk getur nú þegar séð á TikTok og Instagram. Eins og til dæmis hver er yngsti frambjóðandinn, hver er elsti frambjóðandinn og eru virkilega 80 ár þarna á milli. Og við þetta að bæta að það verður heilmikil umfjöllun kosningarnar á rúv.is og þar mun að sjálfsögðu birtast nýjustu tölur jafnóðum. En fjöldi ungmenna gengur að kjörborðinu í fyrsta sinn. Nýr kjósandi segir mikilvægt að ungt fólk láti sig samfélagi varða. Í hvert skipti sem kosið eru margir sem að kjósa í fyrsta sinn og í dag ætlum við að hitta ungan kjósanda sem er núna að fara að greiða atkvæði í fyrsta skipti. Hæ. Hæ Hilda. Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu. Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum? Mér er búið að finnast það mjög svona yfirþyrmandi af því það er rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum. Veistu til þess að vinir þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þig kjósi? Munu þeir kjósa í dag? Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég er búin að spyrja mjög marga hvað ert þú að kjósa og reyna að tala við fólk. Af því að við erum partur af þessu samfélagi, við erum þau sem að fara að vera hér í framtíðinni. Hvaða málaflokkar skipta þig mestu máli í þessum kosningum? Ég er ekki alveg nógu gömul til þess að vera að brenna heitt fyrir öllum svona leikskólamálum og eftirlaunamálum. Ég veit að þau eru rosalega heit núna en ég er kannski alveg að spá í fasteignamarkaðnum. Takk fyrir. Notast við rafræna kjörskrá í kosningum dagsins í Flóarhreppi en það er eina sveitarfélag landsins þar sem slík kosning fer fram. Kjörskráin uppfærist í rauntíma, allt á stafrænu formi enda engin pappír. Og formaður landskjörstjórnar mætti hér í Félagslund í Flóarhreppi í morgun og kaus enda búsett í sveitarfélaginu. Hér erum við að tala Kristínu Edvald en með nýju kosningalögunum sem tóku gildi 1. janúar 2022 gert ráð fyrir að kjörskrá verði rafræn, þar að segja á stafrænu formi í tölvu en ekki á pappír eins og við þekkjum í dag, þar sem starfsmenn kjörstaða sitja við borð á kjörstaðnum og merkja við kjósendur í pappírs kjörskrá. Góð þátttaka hefur í kosningunum í dag í Flóarhreppi en kjörstaðurinn er opinn til klukkan 8 og eru rúmlega 550 manns á kjörskrá. Á mannamáli þýðir þetta að í sveitarfélögum og kjördæmum þar sem eru fleiri en ein kjördeild þá getur kjósandi mætt í hvaða kjördeild sem er innan síns sveitarfélags eða síns kjördæmis og kosið þar. Það er eitt. Annað er það alltaf að loknum kosningum þá þarf að safna upplýsingu fyrir Hagstofu Íslands, fyrir hagskýrslugerð. En með rafrænu kjörskráni þá gerist þetta bara sjálfkrafa og fer beint úr henni til Hagstofu Íslands. Og mikil ánægja hjá starfsfólki kjörstjórnar Flóarhrepps með rafrænu kjörskrána. Þetta er bara frábært, kemur bara virkilega vel út og auðvelt viðmót í kringum þetta allt saman og er náttúrulega bara framtíðin. Kristín segir að sjálf kjöri sig í 4 sveitarfélögum í dag og að það séu óhlutbundnar kosningar í 7 sveitarfélögum en Flóarhreppur er henni ofarlega í huga á kjördegi. Ég er alveg alsæl með þessa rafrænu kosningu í Flóarhreppi. Þrátt fyrir samkomulag framlengingu á vopnahléi hefur Ísraelsher gert árásir á suðurhluta Líbanons í dag. Sjálfboðaliðar leitaði líkamsleifum í sprengdum húsum. Ísraelsher segir árásum þeirra beint að Hezbollah. Þær hafa þó hæft fjölda almennra borgara. Herinn gerði í dag árásir á 5 bæi í suðurhlutanum. Síðasti kafli í átökunum hófst með árásum Hezbollah á Ísrael eftir að Ísraelar og Bandaríkjamenn drápu æðsta klerk Írans.
Talið er að 1 milljón manna í Líbanon hafi yfirgefið heimili sín undan árásum. Margir halda til í tjöldum á götum höfuðborgarinnar Beirút. Það fólk ekki endilega upprifið yfir fregnum af því að vopnahlé frá 17. apríl hafi verið framlengt í gær. الأخبار ما بتطمن أبداً لأنه كله أخبار معقدة كلها إذا وقف تلاقي النار وعم بضل في قصف وعم بصير في ضرب والجماعة اللي هون النازحين اللي هون كمان شو مبسوطين بعيشتهم كمان بدهم دقيقة ويرجعوا على بيوتهم يرجعوا على مناطقهم. Yfirvöld í Líbanon segja Ísraela hafa drepið yfir 2900 manns síðan í byrjun mars, þar á 400 eftir að samið var vopnahlé. Fjöldi húsa í Líbanon í rúst og það tekur tíma að finna líkamsleifar fólks. Ali Othman þjónn á daginn og eftir hverja vakt fer hann ásamt hópi sjálfboðaliða að leita í rúst. 5 days to 6 days وقت الضربة 24 ساعة عم نشتغل عم ننام هون ناكل هون نشرب هون بنصلي هون بنبدل فرقنا هون ما حنطلع من هيدي الضربة قبل ما نلاقي آخر شهيد نحن عنا. Falsað Xanax sem í dreifingu hér á landi inniheldur efni sem 200 sinnum sterkara en lyf sem notað til að svæfa dýr. Yfirlæknir á geðsviði segir dauðsföll vegna óhappa eitrana færast í aukana. Heilbrigðisráðuneytið hefur sent út gula viðvörun vegna hættulegs efnis sem í dreifingu hér á landi og sagt vera Xanax og í hylkjaformi en Xanax í töfluformi. Hvíthylkin innihalda ekki alprazolam eins og raunverulega lyfið heldur einungis hreint metetómedín, mjög sterkt slævandi lyf sem 200 sinnum sterkara en sílasín sem notað við dýralækningar hér á landi. Það getur valdið verulegri hægingu á hjartslætti, það getur valdið fall á blóðþrýstingi og það getur valdið verulegri slæfingu, sérstaklega ef það líka verið að nota það með öndunarbælandi efnum eins og ópíötum, það eru lyf eins og morfín og heroín og oxycodon og fentanyl svo að dæmi séu tekin. Hann segir mjög mikilvægt að fólk leiti á sjúkrahús finni það fyrir vanlíðan eftir að hafa innbyrt óþekkt efni. Dauðsföll vegna óhappa eitrana þegar fólk ætlar sér í raun og veru ekki að deyja þegar það að nota tiltekið efni. Veit ekki alveg þá styrkleikan eða nákvæmlega hvað í þessu eða hvort það íblandað öðrum efnum. Þetta að vaxa nokkuð stöðugt á Íslandi síðasta tæpa áratuginn. Þetta sjáum við alveg í gögnum í dag og það bara í þróun, í takt við aðra þróun í heiminum í raun. Og eina leiðin til að bregðast við þessu, það auðvitað bara að reyna að koma upplýsingum á framfæri eins hratt og hægt er. Heilbrigðisráðuneytið vinnur að heimasíðu þar sem gefnar út viðvaranir vegna slíkra efna, byggð á fyrirmyndum frá Noregi og Nýja-Sjálandi. Engilbert sem í starfshópi ráðuneytisins segir hana svo gott sem tilbúna og vonast til að hún geti komist í gagnið fyrir mánaðamót. Og þar munum við reyna að koma ekki bara til almennings, heldur líka bara til allra sem að nota svona efni eða eru líklegi til þess að kaupa svona fölsuð efni, upplýsingum hættuna sem að kemur upp þegar eitthvað nýtt kemur inn á markaðinn. Úrslitakvöld Eurovision söngvakeppninnar hófst klukkan 7 og í beinni útsendingu á RÚV 2. 25 þáttakendur stíga á svið í Vínarborg í Austurríki og búist við því að úrslitin liggi fyrir klukkan 10. Samkvæmt veðböngum koma Finnar og Ástralir til með að keppa sigurinn, en Búlgaríu einnig spáð góðu gengi. Rostungurinn Magnús hefur valdið nokkrum usla í Rogalandi í Danmörku. Hann var þreyttur eftir sund frá Skotlandi og klöngraðist ofan í báta til að hvíla sig. Magnús fór víða strendur Skotlands í vor og var því þekktur þar. Í vikunni var hann svart í Noregi og þá hafði hann lagt að baki tæplega 500 km sundleið. Margir hafa lagt leið sína að höfninni til að sjá Magnús som hefur hvolft einum bát. Nei, det jo alltid kjekt å få besøk av en kjendis, men det går litt hardt utover båtene våre det eneste. Jeg håper jo at han forsvinner når han har fått den hvilen som han skal, og blitt oppfordret til bare la han få være til han selv forsvinner. Þá að veðri að morgun verður hæglætisveður á landinu, víðast gola eða kaldi, skýjað með köflum og smá skúrir á stöku staðin yfirleitt léttskýjað á Norðurlandi. Hiti 5 til 14 stig svalast við austurströndina, nánar veðrið að loknum íþróttum. Það var mikil spenna í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta. 3 leikir voru í dag og ríkjandi meistararnir voru skoraðir á Hólm. Þá fór bikar á loft í ensku bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Chelsea og Manchester City mættust í úrslitum.
Loks tökum við stöðuna á PGA-meistaramótinu og spennan magnast í úrslitaeinvígi karla Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Helstu atriði frétta. Íslendingar allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víða stefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meirihluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem af degi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu misákveðnir á kjörstað en í hátíðarskapi. Kosningavaka RÚV hefst klukkan korter fyrir 10 í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttu. Líbanir eru tortrygnir á að nokkuð breytist þrátt fyrir að vopnahlé við Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið. Á þessi fréttatími á enda en kvöldið rétt að byrja. Kosningavakan hefst eins og áður segir klukkan korter í 10. Það vona á spennandi og skemmtilegri kosninganótt. Við sjáum svo í hádeginu á morgun, þá auka fréttatími í sjónvarpinu þar sem við förum yfir niðurstöður kosningana. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Góðir Íslendingar bestu brotin. Brot af því besta úr skemmtiþættinum Góðir Íslendingar, þar sem Hildur Vala Baldursdóttir tók á móti góðum gestum. Stella í framboði. Gamanmyndum þau Stellu og Salomón sem við kynntumst fyrst í Stellu í orlofi. Nú reka þau fagurkera fyrirtækið framkoma.is. Salomón ráðinn til að fegra þorp og umbreyta því. Stella verður eftir í bænum og tekur að sér að kenna stjórnmálamönnum að koma fram. Enda kosningar í nánd. X26 kosningavaka. RÚV verður á ferðinni